Inga Sæland ætlar að boða breytingar á ráðherraliði Flokks fólksins á föstudaginn og útilokar ekki að hún færi sig á milli ráðuneyta. Mannréttindaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna segir árás Bandaríkjamanna á Venesúela á laugardag brjóta alþjóðalög. Formaður landstjórnar Grænlands vill koma á viðræðum við Bandaríkjastjórn. Súlunesmálið þar sem kona beitti aldraða foreldra sína langvarandi ofbeldi gefur tilefni til að endurskoða hvort og hvenær heilbrigðisstarfsfólk ætti að rjúfa trúnað að mati yfirlæknis. Það sé samfélagslegt verkefni. Hildur Björnsdóttir leiðir lista sjálfstæðismanna í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Ekkert mótframboð barst þegar frestur rann út í dag og Hildur því sjálf kjörin. Og jólin voru kvödd í dag með 13. brennum og flugeldasýningum. Í Hafnarfirði var dansað og sungið og víða mátti sjá álfa og tröll. Komið þið sæl. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, stefnir á að kynna breytingar á ráðherraliði flokksins á föstudaginn. Hún útilokar ekki að skipta sjálf ráðuneyti. Inga hefur frá 21. desember gegnt 3 ráðherraembættum samtímis. Auk þess að vera félags- og húsnæðismálaráðherra hún innviðaráðherra á meðan Eyjólfur Ármannsson í barneignarleyfi og hún mennta- og barnamálaráðherra í fjarveru Guðmundar Inga Kristinssonar sem þurfti að gangast undir aðgerð. Á ríkisráðsfundi í síðustu viku sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, að það væri ekki æskilegt að einn og sami ráðherra gegni 3 veigamiklum embættum til lengri tíma. Við sama tilefni sagði Inga að ákvörðun lægi fyrir á allar næstu dögum og það verður í lok vikunar. Ertu farin að íhuga einhverja breytingar á ráðherraliðinu? Já, það liggur fyrir. Hversu marga daga erum við að tala um? Ég að vonast til þess að þetta skýrist allt saman núna á starfstigi ríkisstjórnar á föstudaginn kemur, að þá liggi hlutirnir skýrir fyrir. Þetta yrðu þá aðrar breytingarnar sem Flokkur fólksins gerir frá því ríkisstjórnin tók til starfa fyrir árið síðan. Því í mars sagði Ásthildur Lóa Þórsdóttir af sér og Guðmundur Ingi tók hennar stað. Rætt hefur verið að Ásthildur Lóa snúi aftur í ríkisstjórn en einnig talað um að Ragnar Þór Ingólfsson, formaður fjárlaganefndar, tæki sæti í ríkisstjórn. Hann verði félags- og húsnæðismálaráðherra og að Inga færist yfir í mennta- og barnamálaráðuneytið. Inga útilokar ekki slíkar hókaringar. Það allir möguleikar opnir hérna hjá okkur, við ætlum bara að reyna að koma okkur þannig fyrir að við gerum sem mest gagn fyrir samfélagið okkar. Það Flokkur fólksins. Út í heim, vopnaðar hersveitir á götum Caracas, höfuðborgar Venesúela, til að halda uppi lögum og reglum. Ástandi í landinu enn eldfimt eftir að Bandaríkjamenn réðust inn í höfuðborgina og handtóku Nicolás Maduro, forseta landsins og eiginkonu hans. Töluvert hefur verið að vopnaðir menn kveði í kútin fagnaðarlæti Venesúelamanna vegna vendingana á laugardag. Skotkvellir heyrðust við embættisbústað forsetans í Caracas í gærkvöld. Mannréttindaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna segir árás Bandaríkjamanna brot á grundvallar mannréttindum og grafa undan stoðum alþjóðlegs öryggis. Forstöðumaður stofnunarinnar og mannréttindastjóri segir hann að því skýrt brot á alþjóðalögum. Hann óttast að með brotthvarfi Maduros og setningu neyðarlaga í Venesúela fái öryggissveitir svigrúm til að beita borgara miklu harðræði. Let us not pretend that this is an action taken in defense of human rights of anyone. This is an action that was taken in contravention of international law, and that is clear, and the international community needs to come together with one voice to insist on that, to make that clear, that this is an action that was in contravention of the international law that was set up by member states. Þó Trump segja fíkniefnamisferli Maduro séu ástæða aðgerðan á laugardag, má kannski segja að gríðarlegar olíuauðlindir Venesúela séu það jafnvel frekar. Trump sagði enda eftir að Maduro var handtekinn að bandarísk fyrirtæki myndu koma og vinna olíu í Venesúela. Og þvert á þessi margir halda það ekki Sádi-Arabía eða önnur olíuríki með Austurlöndunum sem sitja á stærstu olíuauðlindum heims, heldur það Venesúela. Og þótt olíuframleiðsla Bandaríkjamanna hafi stór aukist síðustu ár, sérstaklega eftir aldamót, þá framleiða þeir ennþá mjög lítið af þykkri hráolíu.
sem einmitt svo olía sem olíuhreinsistöðvar við Mexíkóflóa, eða Ameríkuflóa og spyr Trump, eru sérsniðnar að. Þessa þykkari hráolíu einna helst að finna í Venesúela og leiðin þaðan og hingað, hún ekkert ekki löng. Og áhugi Trumps á Grænlandi hefur einmitt líka verið settur í þetta samhengi. Fjölmargar tegundir af verðmætum málmum og öðrum efnum að finna á Grænlandi. Formaður landsstjórnar Grænlands segir að skiljanlega hafi íbúar landsins áhyggjur en verið sig að leita allra leiða til að koma í veg fyrir yfirtöku Bandaríkjamanna. Upadungarsimanissa tungasu nadiginnaasumik atavartumi misissui fingaangun aamaqulaaya fingaangun taana soorunami aammaannakkuingal. Arikkassuisun oqaloqatiginni aqqutigadungu pittaasumillu suleqatigiinnu suleqatiu tamaavisa peqatigadungit pissutsin nadiginnaasungoqqinnissaanut aqqutieqqortua torlungit ataqqaqatiginnerlu angoqqinnissaanut suliqassuun. Nielsen sagði svo í yfirlýsingu í dag að hann myndi aftur hafa samband við Bandaríkin til að koma á viðræðum eftir réttum diplómatískum leiðum. Leiðtogar Bretlands, Frakklands, Þýskalands, Ítalíu, Póllands, Spánar og Danmerkur sendu í dag frá sér sameiginlega stuðningsyfirlýsingu við Grænland. Landið tilheyri íbúunum og það sé aðeins Dana og Grænlendinga að taka ákvarðanir mál sem þau varðar. Yfirmaður Egmont-stofnunarinnar í alþjóðasamskiptum segir Evrópulönd hins vegar þurfa að búa sig undir breytta tíma. It is clear our planning assumption has to be the United States will not come to help us in case of war. That's not a prediction, but that's a planning assumption. Evrópa þurfi að sýna sterka samstöðu með Grænlandi, jafnvel með sameiginlegri viðveru hermanna. It doesn't have to be big, but it would send a signal that we make it clear that the sovereignty of an EU or NATO ally can not be infringed, not even by the United States. Nú fólk sem fréttastofa talaði við í dag uggandi yfir þróun heimsmálana og margir óttast vaxandi ófriði í okkar heimsluta. Hvað finnst þér stöðuna í alþjóðamálum núna? Mér finnst það bara skelfilegt. Bara í raun og veru veit maður ekkert hverju maður vonast. Bandaríkjamenn gera þetta bara svona og það enginn til að stoppa þá En ég sanglast þjóðin í Venezuela. Það laus við þennan innræðisherra og vona að það verði betra hjá þeim. Þetta alveg pínu svona ókveikjandi og maður alveg stressaður yfir hvað að fara að gerast næst sko. Og hvort að Ísland verður næst í röðinni eða hvað það verður sko. Þetta bara alveg skelfilegt. Ég alveg inn á því að þjóður þurfi ekki að ráðast inn í lönd til þess að taka valdamenn yfir, en valdamaður hann hefur ekki leyfi til þess að nota ríkið, til þess að flytja út eiturlyf og spillingu til annarra landa til að eyðileggja. Þannig að við stöndum fram fyrir mjög merkilegum siðferðilegum spurningu sko. Í ljósi yfirlýsinga Trumps Grænland hefurðu áhyggjur af stöðu Íslands? Í raun og veru, ef honum tekst ætlunarvaldsi með Grænland, þá ég bara mjög smeyk við það. Fyrst hann gerir þetta, þá nú alveg aukna líkur að hann taki Grænland og hvaða stoppar hann þá að taka okkur? Nei, ég held ekki. Já, ég meina, hann lítur örugglega bara eins á okkur eins og þá, sko. Eða svona örugglega svipað, af því að lítið ríki og engin her og... Já, en ég bara mest hrædd að við myndum vera svo stoppustöð fyrir einhverja herflugvélar og eitthvað hann gæti orðið eitthvað vesen úr því. Nei, ég hef það ekki. Allavega ekki eins og Þetta sagði fólk á förnum vegi en förum þá í annað. Þingsályktunar tillaga þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið verður lögð fram á vorþingi. Utanríkisráðherra segir að þróun heimsmála kalli enn frekar á slíka atkvæðagreiðslu. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kveðið á að þjóðaratkvæðagreiðsla áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið fari fram eigi síðar en 2027. Viðræðurnar voru settar á ís eftir alþingiskosningarnar 2013 og lítur Evrópusambandið svo á að umsóknin hafi aldrei verið formlega dregin tilbaka. Utanríkisráðherra segir að þingsályktunartillaga þjóðaratkvæðagreiðslu líti dagsins ljós á vorþingi. Öllum líkindum, já, ég hef sagt það að á þessu þingi munu hún koma fram. Við erum bara að skoða ýmis önnur mál líka og ég viðurkenni það alveg að öryggis- og varnarmálin þau taka mikinn tíma en já, þingsályktunartillagan hún mun koma fram á þessu þingi. Þorgerður Katrín segir of snemmt að tala dagsetningar að svo stöddu.
en að spurningin aðild verði æ meira aðkallandi. Og ég held að þróun heimsmála dragi það fram að við eigum að leita allra leiða til þess að skoða hvað verður best til þess fallið að ekki bara treysta varnir okkar og öryggi, heldur ekki síður að byggja upp það sem við Íslendingar stöndum fyrir. Það er fyrir frið í heiminum, fyrir lýðræði, eins og ég segi, frelsi, mannréttindi og þessi grundvallarprinsip alþjóðalaga séu virt. Utanríkisráðherra hyggst þó, alveg ótengt mögulegri aðild að ESB eða þjóðaratkvæðagreiðslu, skrifa undir tvíhliða varnarsamkomulag við Evrópusambandi fljótlega. Þeirri undirskriftar frestað eftir að sambandi tilkynnt tolla á kísilmál frá Íslandi og Noregi, en ögrandi yfirlýsingar stjórnvalda í Washington í garð Grænlands breyttu forsendum. Þessar yfirlýsingar allar þær hraða ákveðinni vinnu sem er í gangi í utanríkisráðuneytinu. Það skerpa líka samstarfið á meðal líkt þenkjandi þjóða. Víðtækt samkomulag öryggistryggingar fyrir Úkraínu náðist á leiðtogafundi í París í dag. Þangað komu fulltrúar og leiðtogar hinna 35 ríkja sem fylgt hafa sér að baki Úkraínu. Bandaríkjastjórn er hluti af þessu samkomulagi sem náðist í dag. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sat fundinn í París og hún segir að undirbúningur af þessari niðurstöðu hafi staðið yfir í talsverðan tíma. En það er komin í rauninni svona grænt ljós frá þessum aðildarríkjum sem í þessu bandalagi að fara í mjög svona sértækar hernaðarlegar aðgerðir sem að veita þá Úkraínu öryggistryggingar. Við hverju búist þið þegar þetta plan verður borið undir Rússa? Það er þetta stóra spurningin. Það eru þetta vonir sem standa til þess að það sé jákvætt fyrir allar þessar friðarumleitanir sem hafa átt sér stað. Að núna komi eitthvað mjög haldfast frá þessum hópi og það sem er jákvæðast í þessu er að Bandaríkin eru í rauninni að skuldbinda sig til þess að taka þátt í þessum öryggistryggingum. Það er búið að ræða heilmikið það en núna er það komið á blað. Þau munu taka þátt í eftirliti og flutningsgetu og í rauninni veita svona það sem þeir kalla á ensku ákveðið backstop eða svona bakviðbragð svo maður segja. Og fólk vil meina að það gæti þýtt að það gæti ýtt Rússunum aðeins nær því að samþykkja friðarsamkomulag með Úkraínu sem er á forsendum sem að Evrópuþjóðir og Úkraínu þetta eru sátt með. Yfirlæknir segir tilefni til að endurskoða þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks í kjölfar Súlunesmálsins. Það heyrir til undantekninga að þagnarskyldan sé rofin þegar óttast heilsu sjúklinga. Aldrað fólk sem hefur verið beitt ofbeldi leita reglulega á bráðamóttöku Landspítala. Í einhverjum tilfellum hefur verið ofbeldi gagnvart öldruðum að ræða frá sínum nástöddum og það er eitthvað sem við sem samfélag held ég þurfum að taka betur á. Erum við að taka nógu vel á þessu? Við erum örugglega ekki að gera nógu vel. Í kjölfar Súlunesmálsins svokallaða þar sem kona beitti foreldra sína grófu ofbeldi í áraraðir kom fram að læknar foreldrana hefði ekki tilkynnt ofbeldi til lögreglu vegna þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks sem kveður á í heilbrigðislögum. Hjalti segir að læknar hvetji fólk til að leita til réttarkerfisins sé grunur ofbeldi. En hins vegar ákvæði í 17. grein laga heilbrigðisstarfsmenn frá 2012 sem að heimilar heilbrigðisstarfsfólki að brjóta trúnað ef brýna nauðsyn krefur. Kemur oft til álitað umræðu að rjúfa þagnarskyldu? Það kemur ekki oft til álita en það kemur stundum til álita og þá er það ákvörðun sem er venjulega tekin í samráði við stjórnendur deildarinnar en ekki einhver enga ákvörðun eins heilbrigðisstarfsmanns en það yfirleitt mikið í húfi fyrir bæði þolandan og heilbrigðisstarfsmann að taka slíka ákvörðun. Og Hjalti segir Súlunesmáli tilefni til endurskoðunar. Ég held að samfélagið allt þurfa að fara í þá endurskoðun og við þurfum að móta okkur einhverjar venjur það hvenar við teljum rétt að rjúfa trúnað. Íbúar og ferðamenn í Crans-Montana í Sviss hafa undanfarið minnst þeirra 40 sem létust í eldsvoða á bar í bænum á nýársnótt. Skíðamenn mynduðu meðal annars hjarta efst í einni brekkunni og var myndskeiðinu dreift á samfélagsmiðlum. Með fylgdi kveðja þar sem kom fram að Crans-Montana og skíðasamfélagið allt syrði fórnarlömbin saman. 2 stjórnendur barsins hafa verið ákærðir fyrir vanrækslu. Bæjaryfirvöld sinntu ekki eftirliti með staðnum í 5 ár og segist borgarstjórinn í Crans-Montana harma það. Aftur hingað heim og aftur í pólitíkina. Hildur Björnsdóttir leiðir lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík í kosningunum í vor. Engin annar bauð sig fram.
Hún sagði að leiðtogaslagur hefði getað skaðað flokkinn. Raðað verður í önnur sæti listans. Til stóð að halda leiðtogaprófkjör hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík 24. janúar. Guðlaugur Þór Þórðarson alþingismaður og fyrrverandi ráðherra var orðað við framboðin tilkynnt í morgun að biði sig ekki fram. Hann vildi ekki stuðla að flokkadráttum og lýsti við stuðningi við Hildi. Framboðsfrestur hans út að hádegi í dag. Hildu gaf einn kost á sér og sjálfkjörin. Eru flokkadrættir innan borgarstjórnarflokks sjálfstæðismanna? Nei, við erum öll bara sjálfstæðismenn og ánægilegu tíðindin í dag eru þetta að við höfum tekið ákvörðun að ganga sameinuð til borgarstjórnarkosninga í vor. Þannig að þú Guðlaugur Þór ekki sammála þessa meintu flokkadrætti, en hefði leiðtogaslagur skaða flokkin eins og Guðlaugur Þór talaði um? Það er ómögulegt að segja, það er alltaf ákveðin áhætta. En hefur ekki verið með sterkara umboð að þau hefur farið í gegnum prófkjör og sigrað þar? Ég skal ekki segja, það er bara mjög sterkt að við göngum svona sameinuð fram og að við gerum þetta með þessum hætti. Hildur fyrsti oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík í hátt í 20 ár til að leiða framboði tvennar kosningar í röð. En það gerist síðast árið 1998, það var Árni Sigfússon oddviti listans og líka 4 árum fyrr. Já, maður má kannski segja að við höfum verið svolítið duglega að skipta og ekkert endilega vegna þess að oddvitunum okkar hafi verið hafnað, þeir hafa valið margir hverjir að hætta, en ég held að sé tækifæri í því að tefla fram manneskju með reynslu innan úr borgarkerfinu. Og nú hefst kjörnefnd flokksins handa við að stilla upp lista. Jú, mun vonandi kynna fyrir okkur fyrir en síðar fullbúin lista Sjálfstæðisflokksins Reykjavík. Er ykkur tímamörk á því? Nei, ekki föst tímamörk. Já, það eru kosningabaráttan svona á malla af stað og þið ætlaði að hita upp í Kastljósi í kvöld. Já, akkurat. Við ætlum að hita upp fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Það eru þetta ennþá nokkrir mánuði til stefnu en framboðslistar eru farnir að taka á sig mynd. Og til að rýna í stöðuna og ræða þessi mál þá verða hjá mér þau Aðalsteinn Kjartansson, aðstoðarritstjóri á Heimildinni og Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir fyrir borgarfulltrúi. Það eru Röglustóttir, minnst mikið Kastljósi. Takk kærlega fyrir þetta. Við ætlum að fara í annað. Róbert Wessman lætur af störfum sem forstjóri Alvotech í byrjun apríl. Hann segir að ekki hafi verið þrýst á hann að hætta og að ákvörðunin hafi alfarið verið hans. Þetta nú eiginlega búið liggja í loftinu í svona kannski, eiginlega bara frá því ég byrjaði sem forstjóri. Ég var starfandi stjórnarformaður 2023 og stjórn félagsins kom þá á máli og bað mig að taka við, líka sem forstjóri og félag var á þeim tímapunkti kannski ekki alveg á þeim stað sem við vildum hafa það. Ég gerði það auðvitað með glöðu geði en auðvitað með því þá var verið að sameina 2 störf, stjórnarformaður sem var þá starfandi og forstjóri. Róbert segir það aldrei hafa staðið til að sitja sem forstjóri svona lengi. Hann verður þó áfram starfandi stjórnarformaður. Hann hafnar því að lækkun gengis hlutabréfa í fyrirtækinu að undanförnu hafi átt þátt í ákvarðanatökunni. Var þetta svona alfarið þín ákvörðun eða var einhver þrýstingur frá stjórninu að það erði þarna forstjóraskipti? Það var þrýstingur að halda áfram og sem er náttúrulega ánægilegt en enn og aftur ég vildi gera þessa breytingu. Lísa Greifir hefur verið ráðin forstjóri Alvotech. Hún er fyrrum forstjóri Alvogen í Bandaríkjunum og þekkir því vel til hjá Alvotech. Hún hefur starfað með Róberti í 20 ár og verið í stjórn Alvotech frá því fyrirtækið var skráð á markað í Bandaríkjunum árið 2022. Hún segir forstjóraskiptin ekki koma til með að breyta starfsemi fyrirtækisins hér á landi. I think Alvotech has established itself. It's been growing since it started operations. So I expect that to continue. We're going to continue to grow. We're going to continue to look to expand into other markets. So it's really coming in, building on the foundation that's already been created here. Og meira mannabreytingar í atvinnulífinu því Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, hefur verið ráðin forstjóri Bláa lónsins og tekur formlega við starfinu miðjan marsmánuð. Grímur Sæmundsen, sem hefur verið forstjóri fyrirtækisins frá stofnun eða í rúm 30 ár, lætur þá af störfum og tekur sæti í stjórn félagsins. Bláa lónið hefur byggt upp margvíslega starfsemi í ferðaþjónustu. Auk Bláa lónsins heyra undir það Highland Base í Kerlingafjöllum og 2 hótel og unnið að uppbyggingu í Þjórsárdal og Hoffelli í Hornafirði. 800 manns vinna hjá fyrirtækinu. 27 skólar eru skráðir til leiks í spurningakeppni framhaldsskólana Gettu betur sem fagnar 40 ára afmæli í ár. Forkeppnin sem sýnd í beinni útsendingu á RÚV.is hófst í gær og lýkur á morgun og útvarpshluti keppninnar hefst síðar í þessu mánuði og 8 skólar komast svo í úrslitakeppnina sem framfer í sjónvarpssal.
Þetta er 40 ára afmælisár hjá Getum betur sem fór fyrst í loftið 1986, þannig að eina af þessum keppnum sem hefur staðist tímans tönn og er alltaf jafn skemmtileg. Er mikil eftirvænting hjá keppendum? Það er alltaf svoleiðis, það eru allir búin að undirbúa sig gríðarlega mikið og í það minnsta flestir og mæta sjálfsögum markmið að vinna eða gera sitt besta og þessi fyrsta umferð, það er alltaf mjög gaman að sjá svona hvernig skólarnir koma undan haustinu. Er það mikilvægt fyrir framhaldsskólana að komast langt í Getum betur? Allavega fyrir marga framhaldsskóla þá er þetta orðin mikil hefð að eiga lið sem að kemst langt og þá er kannski oft verið að horfa að komast í 8. úrslitin í sjónvarpi, þannig að þá eru þessar fyrstu keppnir auðvitað mjög mikilvægar. Nemendur og starfsfólk grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum mættu í nýja 1400 fermetra skólabyggingu eftir jólafrí. Skólastjórinn segir það ekki á hverjum degi sem nýr skóli opnar í dreifbýlum samfélögum. Já, það er bara hugur í fólki í Borgarbyggð að byggja upp, gera góðar aðstæður fyrir börnin okkar til að stunda nám. Grunnskóli Borgarfjarðar starfar á 3 stöðum, á Hvanneyri, Varmalandi og Kleppjárnsreykjum. Gamla skólahúsið á Kleppjárnsreykjum var reist árið 1961 en það þurfti að rífa vegna myglu. Við erum búin að vera í miklum þrengslum síðustu ár og meðan á þessu stóð. Fyrst var rifið og svo vorum með gáma og búin að þjappa okkur vel saman. Þessi fuglar eiga til dæmis ekkert endilega að vera hér í framtíðinni en það bara höfum ekkert annan stað fyrir það. Sveitarfélagið ákvað að reisa nýtt skólahús, tæplega 1400 fermetra stórt. Framkvæmdir hófust voru 2024 og kostnaðurinn nam 1,2 milljörðum króna. Nú er stórstundurinn upp í dag þar sem við getum dreift úr okkur aftur og við fáum talsveit betra rými fyrir nemendur, tækifærin til að vera með þá teymiskennslu sem við erum með, teymiskennslu skóli. Nýja húsnæðið var tekið í notkun í dag. Starfsfólk skólan stóð í ströngu við að koma sér fyrir í nýja rýminu. Hérna inn í þessu rými eru bókasafnið og ritari skólans þarna inn í horninu. Helga bendir á að það sé ekki á hverjum degi sem nýtt skólahúsnæði sé byggt í dreifbýli. Nemendurnir á Kleppjárnsreykjum eru rúmlega 100 og koma úr sveitinni í kring. Mér finnst bara gaman að upplifa þessa uppbyggingu og það á við í rauninni á öllum starfsstöðum skólans. Að það skulle vera metnaður fyrir því að halda úti litlum einingum og það er rosalega gott að vera með börn í sveit og það eru margir sem og maður finnur það að fólk kann að meta það og er að koma í sveitina. Álfar, tröll og huldufólk voru víða á sveimi í dag þegar haldið verið upp á 13. síðasta dag jóla. Í Hafnarfirði voru jólin kvödd með flugeldasýningu, dansi og söng. 2 brennur voru á höfuðborgarsvæðinu, ein í Mosfellsbæ og önnur við Gufunesbæ í Reykjavík. Engin brenna var við Ægisíðum eins og undanfarna áratugi. Á 13. snýr kertasníkir síðustur jólasveina aftur til fjalla og þar með líkur jólunum. Hvað finnst ykkur það að þurfa að kveðja jólin? Mér finnst ekki gaman. Af hverju ekki? Ég sakna smá jólin. Er ykkur farið að hlakka til jólana núna bara þessu ári? Bara ekki alveg viss. Hvað er það besta við jólin? Pánapakkana. Og hvað finnst þér það að við erum að kveðja jólin hérna í dag? Gaman. Finnst þið gaman að kveðja jólin? Já. Þá skulum við kíkja á veðrið. Heldur vaxandi austlæg átt þegar líður á nóttina og morgundaginn og þá fyrst vestanlands. Snjókoma öðru hverju landið austanvert á morgun en þurrt að mestu og víða bjart veður vestan til. Stefnir í kalda nótt land allt en dregur síðan úr frosti þegar líður á morgundaginn. En nánar veðrið eftir íþróttafréttir. En er óvissa ýmislegt nú þegar akkurat 1 mánuður þar til vetrarolimpíuleikarnir verða settir í Milano á Ítalíu. Meðlimir Prefs fjölskyldunar frá Slóveníu halda áfram glæstri sigurgöngu sinni í skíðastökki.
Og Snorri Steinn Guðjónsson, landsliðsþjálfari Íslands í handbolta, hefur ekki komist að niðurstöðu hvort hann bæti við leikmannahóp Íslands fyrir EM sem hefst í næstu viku vegna meiðsla. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá skulum við upp stærstu fréttir dagsins. Inga Sæland ætlar að boða breytingar á ráðherraliði Flokks fólksins á föstudaginn og útilokar ekki að hún færi sig á milli ráðuneyta. Mannréttindaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna segir árás Bandaríkjamanna á Venesúela á laugardag brjóta alþjóðalög. Formaður landsstjórnar Grænlands vill koma á viðræðum við Bandaríkjastjórn. Súlunesmálið þar sem kona beitti aldraða foreldra sína langvarandi ofbeldi gefur tilefni til að endurskoða hvort og hvenær heilbrigðisstarfsfólk ætti að rjúfa trúnað að mati yfirlæknis. Það sé samfélagslegt verkefni. Hildur Björnsdóttir leiðir lista sjálfstæðismanna í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Ekkert mótframboð barst þegar frestur rann út í dag og Hildur því sjálf kjörin. Og jólin voru kvödd í dag með 13. brennum á flugeldasýningum. Í Hafnarfirði var dansað og sungið og víða mátti sjá álfa og tröll. Þá komum að lokum hjá okkur í kvöld en við minnum á vef og útvarp allan sólarhringinn. Minnum líka á spilarann, átt eftir að horfa á fréttaannálinn, misstur af silfrinu í gær. Spilarinn sneisafullur af fréttatengdri dagskrá og hátíðardagskrá fyrir alla fjölskylduna. Kveðjum að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Ólafur Haukur Símonarson, söngva- og sjónleikarskáldið. Heimildamynd Ólaf Hauk Símonarson rithöfund, feril hans og verk. Artúr Björgvin Bollason tekur Ólaf Hauk tali og vinir og samferðamenn segja frá kynnum sínum af honum. Bob Dylan, engin leið heim. Heimildamynd í leikstjórn Martin Scorsese tónlistarmanninn Bob Dylan og áhrif hans á bandaríska tónlist og menningu á 20.